Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube. Já, komið sæl, við höldum áfram hérna við Rauða borðið og nú er komið að þættinu sem við köllum með reynslubolta og ég er með 3 gesti. Það er Drífa Sigfúsdóttir, fyrrverandi alþingismaður og bæjarfulltrúi. Þingmaður. Varaþingmaður? Já, en ég var forsti bæjarstjórnar og var að bæjarstjóri líka, sko. Já, þú er setið sem þingmaður eitt þegar ég var þingfréttamaður, þetta fastnum við þess vegna. Já, ég var þarna nokkur skipti. Já, Ragnheiður Davíðsdóttir, þú fjölmiðlakona og lögreglu þjónn. Já, það vil nú eiginlega tolla svolítið við mig alla tíð að hafa verið eina fyrstu lögreglukonunum. Já, þetta var merkileg tíma. Já, það var mjög merkileg tímabil, já. Og svo Harri Þórðarsson, má ég segja söngvaskáld? Já, fullt af titlum, já, það er fallegt. Það er, jú. Og baráttumaður? Já, eitthvað. Hvað er búin að gefa marga plötur? 26. Máðis. Er þetta enn að semja? Já. Það fer ekkert í burtu. Nei. Þetta er eins og ég kalla oft, sko, minn skriftastóll, ef mér líður illa eða er eitthvað að pæla, það bara ekki söng við það. En ekki þið líður vel, eða? Jú, já. Er eitthvað að pæla, sko. Já. Allt fyrir mér, það er dælu öll í gegnum söngvanar, sko. Já. Texta og lag. Já, en hún er líka ágætur í samtölum. Samtölum? Já, tala við. Já, þakkaði fyrir. Líka alltaf samtal hérna hjá okkur. Já. Sem það var. Heyrðu, Drífa, byrjum á þér. Þú ert nú nýhætt sem varaformaður Landssambands eldri borgara. Já. En þú ert með hérna grein í nýjasta blaðinu. Já. Og þetta eru hættuleg ofnotkun svefnlyfja á Íslandi. Byrjum á þessu. Já. Við erum margfalt meira, 6 sinnum meira en Danir. Já, í hversni óskopunum ætti við að geta 6 sinnum meira en Danir og 2-falt meira en norðmenn að svefnlyfjum, af því að þeir sem eru helst að taka svefnlyf er eldra fólk og þá dettur fólkið og þetta koma fyrir elliklöp og það eru fullt af hættulegum hlutum. Ef þú fær flensu og tekur svefnlyf, þá 6-faldast líkurnar á dauðsfalli. Og það er fullt af svona öðru sem að gerir það verkum að þetta er hættulegt, fólk veit ekki af þessu. Og það er þannig að við gáum út 2 bæklinga, sofðu vel, þeir voru gefnir út í Kanada og þeir leyfðu okkur að þýða án kostnaðar og það var 40,2% af þeir sem notu bæklingan í Kanada sem náðu að draga úr notkun svefnlyfja sem við telum alveg frábært því að svefnlyf þau kannski virka í 2 til 4 vikur en það er 10,4% þjóðarinnar sem ávísað á svefnlyf. Íslendingar. Og hvers vegna í óskopunum er verið að dæla sér í fólki þegar það er svona fullt af alls konar og þið sjáu sko fólk fer út að keyra og það er svefnlyf í þeim og þú kannski stoppar ekki stöðunarskyldu þá er gott að batsa ekki fyrir fram að því og þetta er hættulegt og þú sefur að meðaltali 7 mínútur lengur ef þú notar svefnlyf sofnar fyrir menni en sefur 20 mínútur lengur þannig að það eru ekki mikil áhrif en svo ánetjastu svefnlyfunum og hvað er eitt af einkennunum sem að fylgja því? Jú, það er svefnleysi. Þannig að þetta er vítahringur sem fólk lendir í og það er auðvitað mjög margir sem glíma við svefnleysi en það eru, þessi bæklingar hafa hjálpað fólki, hún sagði mér að lyfjafræðingur heima, það er að koma fólkin í apóteki hjá henni sem vill fá aðstoð við að hætta og sko við eigum ekkert að gera kröfum að fá fullan svefn alla nætur við höfum þá bara að gera eitthvað skemmtilegt fara úr rúminu, gera eitthvað annað við verðum bara að finna okkur nýja leiðir því að við erum hættuleg umferðinni og við erum hættuleg á öðrum þetta er ábyrgðar hluti en það er hún Anna Birna Almansdóttir sem hefur stýrt þessu verkefni hún er prófessor við Kaupmannahafnarháskóla kom með verkefni til Landssambandsins og við eldri borgarar voru með henni í þessu, við vorum 8 stykki og það var nú eitt svo áhuga samræn kerið frá Patreksfirði alla fundi þannig að þið sjáðu áhuginni verulegur. Þannig ég er rosalega ánægð með að það virðist vera að þetta er að skila árangri. Og þetta verður, sko átækið er svona mestu komið, svo heldur hún áfram og við með henni og hún fer í gegnum þetta. Það verður sendur úr spurningalistar og svo verður gerð loka verkefni sem hún skrifar og gengur frá og skilar. Ég held að þetta sé mikilvægt. Þannig að þetta er svona, sko, við verðum að taka allt og mikið af þessu með aðra þjóðir og það er ekki bara einstaklingsbundið, þetta er bara hættulegt í samfélaginu. Já, mjög hættulegt og það eru mörg dauðsföll, það eru framan á keisla og aðra bíla
og það alls konar umferðaróhöpp sem tengjast þessu líka. Þannig að það mikilvægt að við náum tökum á þessu. Við höfum segjað við þau sem eru búin að fá þetta blað hérna að endilega lesa greinina. Já, þetta blað Landssambands eldri borgara. Sem bara síðan núna í apríl. Já, frá landsfundunum, já. Já, rétt fyrir góðviðris tíðina. Já, svo er ég vísir í dag. Já, vísir. Já, því ég sá hana, ég var búin að skrifa hluta af henni hérna. Já, ég setti þetta í vísir í dag. Já. Hörður Thorvaldsson, það er svona tímamót hjá þér. Þú varst gerðið hvað, heiðursfélagi samtakana 78? Já, ég var sæmdur heiðursmerki samtakana. Heiðursmerki samtakana? Á laugardaginn. Já. En hérna, ég tók maður svona glefs úr ræðunniðinu sem hélst að þessu tilefni, sko. Já. Ég ætlaði aldrei að gera baráttumaður fyrir einu en neinu, hvorki réttindi mínum né annarra. Þú er búin að veri þessu síðan 1978? Að berjast fyrir réttindum einhverja? Nei, lengra, aftur í tíma. Já. Ég er útskrifaður voru 70 fyrir 55 árum sem leikari og þá var ég búin að vera í 4 ára námi. Já. Og ég var alltaf sko svona bolti, sko, það var alltaf verið að sparka í mig, sko, því ég neitaði að ganga, að fela mig. Ég var ekki að flagga, ég var í hommi, þú veist, en ef að ég er bara óbeint komin úr skápnum. Ég hef aldrei verið í þessum fræga skáp. Nei, þess að heldur, það var betra. Og eftir ég rætti bara í einlægni við foreldra mína, 17-18 ára gamall, þau sem bara verta svo eftir, getur ekki verið annað. Ég stóð við það. En sko áður en samtökin verða til, sko, og það fræga viðtal 75, 1. ágúst 75, það 50 ár liðin frá því. Og þá var ég búin að þola ansi mikið hérna, sko. Og þetta viðtal, það reyndist, ég fór í þetta viðtal vegna þess að ég hélt að ætti bara að ræða þetta mál. Og svo var ég bara gerður opinberlega hommi með þessu viðtal þegar birtist 1. ágúst. Og þetta kostaði mér næstu í lífi, það eins og flestir svona úr hinsegin-leikanum, sko. En það var til þess að ég áttaði mig á því, sko, að þetta hlutverk mitt sem listamanns. Að fara til Íslands og bara taka á þessu máli, og þó ég var bara einn, það þorði enginn að koma með mér, sko. Svo ég tók gítarinn og fór bara að fara í kringu landi og vera að sýna mig, því að fólk vissi hver ég var, homminn, vissi hvernig ég leit út, það vissi allir Íslendingar hver ég var. Með stórum staf og grein. Og ég fór og auglýsti tónleika, kom ekki á tónleikana, ég labbaði niður í Kaupfélag og Símstöðina, niður á Bryggju, ég sýndi mig. En enginn talaði við mig, sko, eða fáir svona, en það var talað um mig. Og það var bara ég áttaði mig á því að, sko, ég fæ ekki annað fólk til að skipta skoðun með að segja því. Ég sýni sjálfa mig og leyfi að efast, vegna þess að menn voru með sterkar skoðanir á því hvernig hommar litu út og ættu að haga sér. Og manneskja sem, og ég margótt upplifði þetta með annað fólk, að ég sá efa í það með framkomi. Og þá fyrir að spyrja sjálf og svo koma samtölin og fólk skiptur skoðun. Það margótt sagt mér, en ég breyti ekki skoðunum annara með á annan hátt. En hérna, varst þú í Sál, leiklistaskólanum Sál eða? Nei, ég er úr, ég er úr leiklistaskóla Þjóðleikhússins. Já, en þú segir hérna, þegar þú varst að þakka fyrir þig, að þú byrjaði mjög vel í leiklistinni. Eftir útskrifaðist ég sér það á 5 árum frá 1970, ég útskrifast með 3 samninga í vasanum þegar ég held að engin annar á okkur nefndum hafi verið með, ég var með plötu samning, ég var á samning hjá Þjóðleikhúsinu, ég var að syngja og dansa þar, og svo var ég í ferðarleikhúsinu, hérna Light Nights. Það voru gerðir sjónvarpsþættir á 5 árum, 2 kvikmyndir, fjöldi sjónvarpsþátta, sem voru mig sérstaklega, svo kom ég fram í sjónvarpsþáttum, ég var með tónleika all land, sko, ég var með gríðarlega feril. Og ég var bara upp á við aðeins að taka mig, ég gerði aldrei neitt, ég var ekki með umboðsmann eða neitt.
Það var bara, ég var mjög eftirsóttur. Þetta hvarf svona. 1. ágúst 75. Það var lokað á mig og leikhúsunum alls það. Sanningu rift og... Nei, það var svo mikið einhvað rifta, það var bara lokað á mig. Og hérna, já, stjallunum var ofboðslega stór. En það sýndi, þegar maður skoðar það, þá segir það meira samfélagi heldur mig. Já. Serbi, munið þið eftir þessum tíma? Já, ég var svo sannanlega eftir þessum tíma. Ég ekki langt frá herði í aldri, þannig að ég man þegar þetta viðtal kom í Samúel. Og bara hverslas fordóma ríktu á þessum tíma. Og ég varð verið við þetta þegar ég var í lögreglunni, guð mig góður. Því að lögreglan nú einn íhaldsamasta stétt sem að fyrir finnst. Gleymið ekki, einu stunni voru við sendi í útkallar sem að 2 sambýlingar af kallkyni höfðu lent í einhverju slagsmálum og annar þeirra slasast og hann var ekkert klæddur eða mjög lítið klæddur. Þá gerðu þeir það að leik sínum, félagi mínir í löggunni, að láta mig klæðan til að gera honum erfiðara fyrir. Niðurlægjan. Já, til að niðurlægja. Þetta er bara eitt dæmi. Já, og mig leið auðvitað. Já, nákvæmlega. En ég varð oft verið við þetta. Og sérstaklega á skemmtistöðunum eins og Harður var nú að segja frá áðan áður við byrjuðum upptökuna, hvernig bara var komið fram við samkynnið fólk á skemmtistöðunum. Þá var nú minna samkynniðar konur og þær voru allavega ekki komnar eins mikið fram. En þetta fór ekkert fram hjá manni. Nei, það var opinberlega á skrifin þetta og bara svívirðingarnar í allar áttir. Þetta er svona... Sko, þá veldur maður í fyrir sig, hvern fjandan kemur fólki það við? Hver elskar aðra mannesku? Hvað kemur fólki það við? Manneskjan eitthvað öðruvísi? En þetta var þessi tíðarandi, sko. Við vorum ákvæðlega svona niðursoðið samfélag, sko. Það var, til dæmis eins og að fyrsta sem ég lendi í vandræðum með, það er orð, það er bara til orði kynvillingur, sódómískur, þú veist, aftanín og allt þetta. Og ég skrifaði orðabók Háskólans og það bréf fannst nú einu sinni. En svo var það til í Þjóðleikhúsinu á orðið samkynhneigður. Maður stóð algjörlega í myrkri, og svo enga stöðning og allt þetta. Já, þetta við erum breytti tímar og sjá samtökin í 78 í dag, þetta er svo flott stofn, þetta er svo mikil hópur af flottu fólki og er svo klárt. Ég er þegar þú segir þetta að, sko, þegar ég bjó í Ólafsvík þá var viðurkenndur hommi þar. Já. Maggi. Já. Og mér fannst einhvern veginn, það var bara. Ég er að segja fólkinu þar, það til rós, að þetta var bara. Það var enginn eitthvað, ég hef aldrei talað, það er bara... Þetta er aldrei stefnilegt, eins og Ólafsvíkingar eru þeir fyrstu sem rétta mér hjálparhönd. Og þeir ráðaði mig til sín sem leikstjóra í haustið 75 minnum. Og það er alltaf verið, sko, það var bjargvættum minn, þá voru leikfélagin segja, hafði unni með. Það byrjaði þarna, já. Já, það var aldrei röggl og fyllir í og vitleysa í minni leikstjórn, sko. Já, svona er þetta. Sem betur fyrir hefur þetta breyst bæði í vögguna og ástir fólks. Man skilur ekki, sko, hvað er fólk að láta að fara taugarnar ef þú elskar eitthvað. Og ef maður skoðar Ameríku líka, það er sjálfsagt að vera agnast út í þetta og ef að kona gefur brjóst, þá var það eitthvað vont. En þú mátt skjóta og drepa 20 manns í bíómynd og það eru leyfðar. Ég skil ekki þetta viðhorf að eitthvað jákvætt sem þeir snú alveg við og gera neikvætt, en eitthvað sem er svo neikvætt að skjóta og drepa, þetta er öllu snúa haus. Já. Þetta er mjög undarlegt. Þetta er sko, mín reynsla þegar ég byrjaði að fara í kringum landið sem yfirlýsti eini hommin á Íslandi. Fólk var ekkert á móti mér. Nei. Það voru auðvitað inn á milli, en fólk, bara þegar ég talaði við það,
það vissi ekkert okkur annað en ljótar sögur og þess vegna var það að stefna að við að kalla saman homma og lesbíur og fara að vinna okkar eigin málum efla samstöðuna og upplýsa það er stefna samtakana frá upphafi og enn með gríðarlega góðum árangri. Það enn til fólk sem hefur eitthvað á móti ykkur. Já, elskar við. Það er ekki 10 dagar sem maður réðist að mig. Já, með svoleiðis svívirðingur. Virkilegt. Já, það þarf nú ekki mikið að stíga og tætnar af fólki til þess. Það hringdi við einmitt kona á þann að skamma út á þessari grein. Já, þetta er... Því að þetta var eitthvað sem henni fannst mjög óþælt að lesa. Svefnlyfin. Já, svefnlyfin, sko. En ég meina, eins og ég sagði, þetta hjálpar almenningi, þá er það bara þannig og það er ekki allir á sama stað. En ég er alveg sammála, það er bara þannig. Ég man nú ekki eftir viðtalinu við því, þó ég hef heyrt það, en ekki á þessum tíma. Eina manneskja sem ég man eftir að heyrtum viðtali en þá var maður bara maður var upptekinn við aðra hluti og svo fannst maður það kannski bara ekkert mikið mál. Nei. Það er líka systir mín samkynhneigð og kom út úr skápnum þegar hún var eitthvað 25 ára og okkur fannst það bara nákvæmlega ekkert mál en aftur hún móti amma sem þá var hún mjög fullorðin, hún var ekki beint, hún var svo hissa, hún vissi ekki að þetta væri bara hægt. Hún sagði, elsku Binna mín, getur þetta verið rétt? Hún var alveg steinhissa á þessu. En núna þá velti ég því ekki einu sinni fyrir mér hver er samkynhneigður og hver ekki, það skiptir bara engu máli. Nákvæmlega. Nákvæmlega engu, já. Sko, förum yfir í svona eitthvað sem hefur að gerast í samfélaginu. Mér langar svolítið að byrja að tala Eurovision söngkennina. Þetta er ég veit ekki hvað að segja þetta. Til að byrja með allir bara að segja það að mér finnst íslenska atriði svona bara eins og vel hefna bekkjarpartí eitthvað svona. Þetta heilla mig ekki á nokkurn hátt en það er mikið að sigra heima. Þetta er svo gott það alltaf að segja en svo er þetta með Ísrael og það hvað þeir fá mörg atkvæði frá áhorfendum og þetta er einhvern veginn svona fullt af einhverjum efasemdum. Er það ekki? Já, við tókum fyrst þátt í þessari keppni árið 1986 og við höfum aldrei unnið hana eins og allir vita. Ég held að við vinnum aldrei í þessa keppni fyrir við fáum einhverja professional laga og textahöfunda til að semja sérstaklega fyrir keppnina, eins og Svíarnir hafa marggott gert og unnið hana. Við erum alltaf með. Við erum alltaf einhvern veginn með og þeir sem að vinna undankeppnina hér heima eru oft svona fyrir tilstilli unga fólksins og oft bara hreinlega krakka, barna og unglinga sem nota mikið snjallsímana sína. En varðandi Ísrael að þá var ég eiginlega alveg steinhissa hvað þeir náðu góðum árangri með hvernig þeir eru búin að koma töluna. Ég hef engan á þessu, ég horfi alltaf íslenska lagið og einhverjum gefina. Og þegar kom þessi bunki til Ísrael og þeir fóru í fyrsta sæti, það var wow. Býtu, ekki var Rússland með núna? Nei. Hvernig stendur á að Ísrael fekk að vera með en ekki Rússland? Nákvæmlega. Þeir eiga peningamarkinu. Nákvæmlega. En sama tíma krakkar og við erum að horfa á algjöran hrylling Algjöran hrylling. Ég gerði það í fyrsta skipti mjög meðvitað, ég kveikti ekki á sjónvarpinu vegna þess að ég veit að það þetta er eins og með útvarpsþætti og fleira, það er hægt að mæla hlustun og kveikir ekki á þessu þá er það í raun og vera að mótmæla. Eða ég sé það þannig. Já, ég er aftur hvort að kæmi eitthvað fréttnæmt. Það er í mínu eðli svolítið. Já. En þessi erum að horfa á núna að þetta er svolítið hryllingur og svo bara í dag að þá kemur sendinendin á Vesturbakkann og það eru viðvöruna skot bara. Já, það. Já. Skutingan en bara var á við, bara fari ekki langt. Já. Ég get einhvern veginn alls ekki skilið á hverju að það má ekki senda hjálp
til þessa vesalins-fólks. Stoppa hana. Af hverju? Þeir eru að reyna að drepa þeir eru að því. Hefur þetta ekki alltaf verið þarna niður frá sko þessar hótani, ég ætla að drepa ykkur, alveg þurka ykkur út og þá hins var ámáti, ég ætla líka að gera það við ykkur. Þetta bara búið að vera átök. En nú horfum við upp á að vera hér í dag sko. Þetta hefur verið í gangi, þetta ekki að byrja núna. Hamas búin að vera að skjóta og drepa líka, en þetta bara svo óhugnalegt núna. En svo líka vandamál hjá okkur líka hvernig við setjum upp öryggisráð Sameinuðu þjóðanna. Þú veist, það alltaf eina stóra þjóðin sem neitar og þá aldrei hægt að gera nokkuð skapaðan hlut. Það verður að breyta kerfinu svo að setja ganga inn í svona af því þetta mun aldrei heppnast og peningarnir sem þeir dæla og völdin sem þeir hafa yfir stjórnmálmönnum allan heim, það er með óhugnalegt. Þess vegna gerir enginn neitt og þeir komast upp með þetta. Þetta á ekki að vera hægt. Nei. En samt, ég veit ekki að ég allar ævi lifa við þetta, það Kúbudeilan, og ég er það gamall og svo var einhver brjálæðingur í Afríku, ég man þegar ég var á námsáran, hann draf svoleiðis Idi Amin Uganda. Sko, veröldin svo full af þessu og í dag það besta sem ég ger, ég bara slekk, ég næði þess ekki. Það var ekki sagt þetta hérna reyndar líka. En samt sem áður þá, við sem horfum, þá þetta að gerast nú. Við erum að sjá börn sem ekki nema skinn og bein og hjálpargögnin eru til, þeir hleypa ekki að fólkinu. Þeir búin að hleypa ykkur inn á Gaza en ekki til fólksins. Og foreldrar eru með börnin sín bara sko deyjandi fanginu úr hungri. Ég ætti að hugsa sko, getur ekki einhverjir bílstjórar tekið sér saman og farið upp í fremstu bíluna og bara gefið í. Þeir eru drefnir. Þeir hleypa engum. Þeir hafa nú verið að skjóta á sjúkrabíla og hvað sem og logið það öllu. Hafið þið tekið eftir hvaða rök þeir hafa fyrir þessu að hleypa? Ég meina, ekki segja þeir berum orðið, þeir alltaf svelta þjóðina. Þeir segjast alltaf að losa sig við svæði, það bara þannig. Það engin rök sem hníga að því að stoppa mannúðaraðstoð. Hjá þeim, jú. Þeir alltaf bara drepa á. Það er samt. Og þeir komast upp með það, alþjóðasamfélagi hefur ekki náð að grípa þannig að þetta gangi ekki. Þeir þykjast ætla að senda eitthvað, en þeir mun ekkert gera það. Nei, þetta er óskiljanlegt fyrir okkur. Mjög vont mál. Mér finnst það hryllingur. Þetta hryllingur og alla daga, maður horfir á þetta alla daga og maður svo algjörlega, getur ekkert gert, máttlaus. Það er óhugnalegt. Þetta það. Því miður bara Sameinuðu þjóðirnar og bara valdamenn heimsins, þeir eigi að gripa þá snýmaði sér bara eigin landi. Og þeirra besti vinnur Ísraela stórveldið Bandaríkin við góða búast. Og það bara verið stuða til að þeir eiga það bústalega. Og svo ósmekli náttúrulega forseti Bandaríkina fór að tala að náttúrulega gera þarna svona bara gala baðströnd og sólarbæ sko. Það er nú meðan fólki var að deyja ekkert í hans ferli sko. Þetta er stórundalegt allt. Ég held að sé alltaf vera fleiri og fleiri sem að þegar koma fréttir frá þessu að það fólk bara tristi sér ekki til að horfa á þetta. Það hefur fólk sagt sko, það bara fallið í grát þegar það hefur verið að horfa á þetta. Þetta er svo mikið skelfing og óhugnalegt og öll þessi börn. Þetta leikur svolítið út í samfélagið og þetta dregur sko alla einstaklinga, þetta veikir varnir okkar í samfélaginu. Við verðum, ef að þeir með að gera þetta þá má ég það líka. Það losnar einhver siðmenntun í okkur, hún losnar og við þurfum bara að ráðast á annað fólk líka, við megum þetta, þeir gera þetta, því ekki ég. Þetta er eitri sem fer út í heiminn. Ég horfði á mjög merkilegan þátt í Ríkissjónvarpinu í gærkvöldi, sem heitir Torgið. Þar var Daði Már Kristjánsson, fjármálaráðherra, hann teldi þar fjöltefli. Var á Grundarfirði? Já, það var verið að ræða veiðigjöldin og það var hann og Heiðrún Lind Martinsdóttir, framkvæmdastjóri FSF sem voru þarna og svo með það var spurt sko hverjir eru á móti og það réttu allir upp hendina nema Daði Már.
Já, var það allir? Já, hann sagði reyndar í gríni, skils mér við stjórnendun, allir þið ekki að segja eitthvað sko. Hvernig var valið í salin? Það bara íbúar hann. Er ekki bara íbúar dauðhrættir að missa allt úr höndunum? Þetta atvinna sem eru hugsað. Þekki þess að menn persónlega sem voru þarna. Já. En mér bara finnst þessi uppsetning alveg sama hver hlut, uppsetningin galin. Galin að gera þetta. En leið þá getur maður lært að því að sjá þetta gerast. Þetta, ég get fjölda söngva þetta, að koma inn í pláss, þar sem að þorir enginn að segja neitt upphátt. Og ef eitthvað sagt þá tjekka, eitthvað nálægt og að helst ekki sjást tala við mig út á götu. Og þegar ég gert söngva svona ástand, þar sem að menn ganga ansi langt í að stjórna mínu samfélagi. Þú rækinn í burt eða þetta var svona. Hvað 84? Það fór enginn að segja neitt. 84 kemur kvótinn. Já, þegar kvótinn, þegar fara Austfirðin að sjá heilu plássin, það voru tóm hús alls staðar. Já, það voru til að spreita sig og Stöðvarfjörður. Já. Þau hafa ekki búið sitt barsi, reyndar komið eitthvað svona, Já, flestu fjörðunum. Eitthvað menningar sem aldrei talað þetta, hvað gertu þessar fjölskyldur. Höggin sem voru á sundraði, fjölskyldu sundrað, bara því að einn þurfti að taka kvótan. Eitthvað svona. Það voru stóru mistökin þegar þetta veiðistjórnunar system var sett á að leyfa hvað kallast það að selja kvóta. Það er 91 sem það er gert. Það er setna, Og veðsetningin, af því að það voru eign þjóðarinnar og leifa veðsetningu, það finnst mér ekki gangu. Aldrei var þessu fólki bætt eitt eða neitt. Nei. Sama í hruninu. Bara eitthvað svona ímynda dæmi, eitthvað fjölskylda kannski nýbúin að byggja sér hús og allt í góðu, svo bara búið. Og þá sitja þau uppi með húsi og skuldirnar og enga atvinnu. Bara horfa eftir tóranum. Ég sem leystur, ég sagði við leikfélaginu og þegar ég kom á staðina, ég vil einbýlishús. Og það var að því að ég var alltaf svo fyrir miklum árásum, ég þurfti að passa mig. Þá var ég vilt á þessum stöðum, ég fekk einbýlishús. Já, laust. Já, þetta er óhugnalegt. Það kom upp staðan á maður ekki að kaupa þetta hús fyrir 100 skall eitthvað svona. En ég verð nú að segja það, ég dáist að þessari ríkisstjórn að hafa komið fram og standa við það. Þetta er mikið mál. Maður er loksins, eins og ég sagði daginn, loksins það örlar á von í áttir stjórnmálamanna. Ég hef ekki treyst þeim, enga til. En ég er alltaf inn að fá smá von. Það er að koma ríkisstjórn sem er að vinna fyrir fólki, þau eru bara alltaf inn að fara að vinna sína vinna. En Daði Már svona, hann sem sagt stóð sína plikt bara alveg. Flottur. Hann var þarna, svo búið að birta myndir hann sem tekna svona ská, hann lokuð augun eða gal upp í munnin eitthvað svona til að reyna að draga niður, Já. Sem er algjör, ekki sterkari maður en að þetta færi með hann, Ég veit ekki hvort það var spurt að því í gær, hvernig stæði á því að það væri svona ástandi hjá útgerðarmönnum að þegar að vinnslustöðin í Vestmannaeyjum var að borga 2 milljarða í arð, var það ekki? Jú, Ísfélagið. Sumargjöfin. Menn er búin að tróða bara sokkun í kóki á mér þegar ég segi þetta sé bara eðlilega ávöxtun af því mikla fé sem er bundið í fyrirtækinu. Þá er einhver kapli sem ég er ekki byrjaður á. Ég sé bara tölurnar og ég segi, gátt ekki fresta aðalfundinu frammi við þetta til að vera ekki að borga þetta í miðri deilunum. Það er alveg sama. Það verið krúttlega. Ég ger nú ráð fyrir Ég hugsa ekki þannig. Þetta er ég á þetta, ég má þetta. Ég ger nú ráð fyrir því að Samherja menn séu nú ekki á horriminni heldur. Nei. Þeir eru nú fjárfest við og það er komið allt frá því sem er í sjónum. Sjóðareigninni. Og svo fer það út á suður peningarnir þar. Þá veltir maður í fyrir sér, hvað verður næst? Verður selt frá okkur heita vatni okkar eða? Það er búið að selja það víða. Ég kann bara segja ykkur það. Lindunar okkar á annan hátt. Ég las í einu Landsréttarblaði sem það var að vera kvarta mikið yfir því hvernig við tækjum þessu. Við skulum ekki skilja það að veiðigjöldin skerði þeirra samfélag og fleira. Og þá var að hvort ætti ekki að setja auðlindagjald á heita vatni til þess að Orkuveitu Reykjavíkur.
Mér finnst það að vera allt annars eðlis, þessi áratuga gamalt fyrirtæki sem að við í landi sko Reykjavíkur. Er það? Sko þetta er auðlind. Já. Ég meina það er búið að selja, eins og þú veist á Suðurnesjum við, það er búið að selja, þetta er orkan og þetta er auðlind, rafmagn, hitaveita, heita vatni, sandurinn, þú veist það vantar sand allan heim, þú eru að flytja 1000 kilometra til New York. Þú veist, þetta eru auðlindir úr landinu. Af hverju má það gera auðlindagjaldið og nýtir náttúru auðlindir? Já. Ég sé bara ekki mun á þessu. Þetta er náttúru auðlind. Já. Og ég til að það megi. Þetta er engavæðast meir og minna. Af hverju er þetta fólk að græða á þessu? Já. Sveitarfélögin seldu flest sinn hluti Hitaveitu Suðurnesja. Já. Og ég er ekki viss um að það hefur verið góð breyting en ég held nefnilega að það skiptir svolítið máli hvernig þetta er meðhöndlað. Já. Það er eins og Ísavía, OHF, þú veist, já. Svo stofnaði bara fleiri hlutafélag og þá þurfur ekki að fara eftir neinum lögum og reglum á ríkjunni, hvorkum ráðningar eða annað. Þú veist, það er svo mikið verið að leika sér með þessar eignir sem að voru ríkisins eða sveitarfélagana. Ertu að meina, Drífa, að það er alveg eins að borga auðlindagjöld fyrir heita vatni sem við notum, alveg svo til dæmis að fá að skoða Þingvelli. Það er bílastæðagjöld. Já. Af hverju borgar ekki fyrir, hver á að borga það? Þú veist, þessir ferðarmenn sem kom hérna, geta ekki alveg eins borga til móts við okkur. Því annars borgum við þetta með skattpenningum. Er það nokkuð verri aðferð? Nei, við erum náttúrulega búin að borga ansi mikið. Já, höldum áfram að borga. En þeir taka þá þátt í þessi ferðarmenn sem koma. Ég telst nú í hópi vandra ferðamanna heiminn. Mér munar ekkert, ég veit að þegar ég er að fara í eitthvað land sem ég þarf að borga fyrir, þá veit ég það og ég ger það með glöðu geði því að ég sé það sem er vel gert, mér langar til að sjá eitthvað staði, eitthvað slíkt og ég borga alveg glaðum fyrir það en ég skal segja ykkur að, og þið vitið það náttúrulega að bara undanfarin 10-15 ár þar sem áður var frítt allt í einu að borga kannski 40-50 eurur í dag, þetta kostar rosalega mikið og hérna ég sem betur fyrir ég er búin að sjá flesta af þessu sko en hérna við erum að sjá þetta með sundlugagjaldið, eldri borgarar, við erum allt í einu að fara að borga í laugarnar og það er til þess að hérna er það ekki, tengist það ekki túristanum? Jú, svo sé þetta rukka þá sem eru 70 ára eldri. Mér finnst alveg sjálf það er allt í lagi að borga túrist, ég ekki þessi túrist, ég borga glaður meira heldur en innlendur. Sko, það er sett, það eru bílastæðagjöld og það er, ef ég fer rétt með, gerð krafa að það fær í uppbygging á stöðunum og það hafa þeir engan veginn staði við. Þeir rukka bara rukka og uppbyggingin, hún lætur bíða eftir sér. Og snar hækkuði allt inn, ég var að borga mitt bílastæðagjald, 32.500 krónur. Fyrir 3 árum var þetta eitthvað 5.000 kall, ég man það ekki nákvæmlega. En það er allt inn snar hækkaði. Já, þú byrðið í miðbænum. Já, og akkur að þarf ég að borga 32.000 krónur fyrir bílinn minn á ári og ofta tíðum leitanda bílastæði, mjög erfitt að finna bílastæði. Svo fer ég hinum með við Snorrabrautina, það er frítt. Þetta er mismunum. Akkur þeir í útkvarjónum að borga ekkert. En við sem að búum hérna niður í bæ, við verðum að hafa bíl. Það er bara þannig. Sko það er til dæmis í Stokkólmi, það sem ég þekki nú vel til, þar eru bókstaflega borga fyrir bílastæði allstaðar, sama hvort það er í útkverjum eða annar staðar. Já, það á að vera. Og þetta er stefna borgaryfirvalda til þess að beina fólki inn í almenningssamgöngunar. Sem að væri gott og blessað að gera hér á landi eða væri þá almennilegar almenningssamgöngur sem væri ekki. Það er málið. En þetta er stefna þegar ég á Reykjavíkurborg að gera það þannig að ég verð að velta fyrir mér það sem að þú ert að kaupa þér íbúð eins og þarna við norðan flugvellinum, Reykjavíkurflugvelli og þá farið 1 bílastæði og eins og þarna nokkrar eldri dömur sem búa þarna. Þær þori ekki að fara út eftir 4-5 á daginn því að þá getur ekki lagt nú nálægt til þess að geta að labba inn til sín. Og ef það ætla að koma gestir til þeirra vinkonuna þeirra eldri kantunum, þá treysta þær sér ekki af því að þær geta ekki komið þarna. Þær verður að hittast annars staðar. Þorfinsgötunni eða þar eða? Ég man ekki hvað þessar,
Ég er utan bæmanniski. Það ekki valsverður. Við þekkjum þessu búi á þessum tímum að hreyfa ekki bílinn. Já. Og ef við hreyfum bílinn, þá hefst þetta hringsól þegar maður komið heim. Já. Og stundum finna bílastæði, maður bara keyrir þangað til eitthvað drattastúrstæði. Hring eftir hring. Allar götturnar. Ég bjó í Þingholtunum í 27 ár og ég var þeirri stundu fegnust þegar ég fluttið það. Já. Það var hryllingur orðið vegna þess að í hvert skipti sem að gamalt hús var rifið, einhverja hluta vegna, þá kom heil blokk í staðinn. Og það kostaði bílastæði fyrir 10-20 manns. Og það var bókstaflega ekki hægt að fá bílastæði þarna á ákveðnum tíma. Nei. Það fyrir utan og allt skröltið í ferðartöskunum og rútunum þegar Airbnb byrjaði og allt það. En þetta nú það sem að gerast eins og ég mikið í Uppsölum, þar sem ég að passa barnabörn nokkra vikur, nokkra mánuð ári. Og það bara þannig, maður sér að þú kaupir þér alltaf rétt til leggja hvaða hverfi sem keyrir nálægt miðbænum, ekki kannski alveg í úthverfunum, en þú getur ekkert lagt það því að þarna stendur að ef þú ert ekki býrð ekki á þessu svæði, þá mátt ekki leggja þar. Og það það sem kannski þyrfti að vera hérna, að þeir sem eru með leyfi til að leggja á svæðinu fá að leggja þar, aðri vera bara að leggja annars þar. Og ég held að það sé svolítið málið, en það einmitt verið að beina í almenningssamgöngur, en þær eru svo lélegar þessar almenningssamgöngur að fólk treysti sér ekki til að nýta þær, en það þurfa að vera betri. Það er umhverfisvænna. Það er aldrei síðan, þegar ég bjó í Danmörk og ég kom hingað, pappi bjó upp í Breiðholti og ég var hjá honum. Ég labbaði frekar í bæinn heldur en að bíða til strætó sem keyrði svo fram hjá mér. Það kom oft fyrir. Þetta svakalegt. Ekki að því að það varst þú. Nei, það var bara, bara brunaði frá, ég var að taka viðtal við mann sem var svona sérfræðingur í þessum málum. Og hann sagði hérna sem ég jeppaði fyrir framan húsið á þér, þú þarft stæð undir hann, stórt og mikið, fyrirferð mikið, svo keyrir í vinnuna og þú helgaði þér svæði til að komast í vinnuna, annars kæmist ekki neitt fyrir hennar bíliðinn, svo stoppar á bílaplaninu í vinnunni, ferði inn að vinna, svo leiðin heim, þá gerir þetta aftur, þá fyrir helgaði svæði á götunum, stoppar í bónus til að fara, það stæði líka. Og þá ég var búin að reikna út hvað þessi eini bíll hafði tekið marga fermetra yfir daginn undir sjálfan sig, Þannig að þetta er svona... Það er þetta reiknið á ýmsan. Þetta var mjög skemmtileg samlíking, því að þetta er svona, margir bílar bíða og hver og einn þarf sinn hluta að gatnakerfinu. Og ein manneskja í hverju bíl. Heyrðu, en nú fyrir við yfir í ílökunna, þetta njósnamál. Hvað, Páll Magnússon, fyrir Múndastjóri, hann sagði við mig, þegar hann sá fréttina, þetta var reynda daginn eftir það, þá var svona, hann hló bara, hann tók þetta bara eins og þetta var eitthvað brandari, þetta var eitthvað svo auðlalegt allt saman. Þetta var allt mjög auðlalegt og þetta kom mönnum mjög í opna skjöldu því að einhvern veginn höfum við stært okkur af því hér á Íslandi að engin spilling væri innan lögreglunnar og við horfum á bíómyndir þar sem að hver löggan upp á annari sem að er í einhverjum monkey business. En hér hefur maður álítið það að lögreglan væri heiðarleg fram til þessa og þetta kom mér mjög á óvart og það sem kom mér kannski mest á óvart var að þessi menn skyldu hafa haft aðgang að gögnum hjá sérstökum saksóknara eða ríkislögreglustjóra eða hvað það var og vera samt í einhverjum engabusiness að njósnu menn út í bæ og nota þessi gögn til þess. Og þá velta maður líka fyrir sig hvar fengu sjónvarpsmennirnir þessi gögn. Já, það er svolítið spennandi. Það er sem aldrei að vita það. Já, við fáum sjálfst aldrei að vita það, en það skiptir ekki öllu máli. Heldur að þetta komst upp. Það versta sem ég man eftir að gerðist í löggunni í svona spillingamálum, ég eftir að tala um það var einhverjir sem voru í húsleit sem stunga á sig nokkrum 1000 köllum með eitthvað svoleiðis og þeir fengu áminningu eða eitthvað og síðan var ekkert meira rætt um það en það var nú það versta sem man eftir og svo einstaka sinnum þegar voru ólögmætar handtökur og beitt óþarfa hörku en ekki svona mála þessar stærðagráðu
En þetta var eiginlega hjákátlegt, þetta var það. Þetta var sko. Þeir voru það er eins og þeir væri í einhverju lögguleik. Eða einhverju svona... Já, bóhasar. Já, bóhasar. Undarlega svona skrýpó. Já, þetta var það, en samt þetta ekki alveg gramalvarlegt. En mér fannst alveg ótrúlega svörin hjá sérstökum saksóknara þegar maður spurður að því hver bæri ábyrgð á þessu. Nú það eru auðvitað þeir sjálfir sem ber ábyrgð á þessu, sem að huguðu sér svona. Hvað þið sagt við bara mörgum öðrum tilvikum þar sem að undirmenn gera eitthvað af sér? Já, bara ef þú ferði í gögn á sjúkrahúsi og það nú skráð fyrir nota það, þá yrði það litið mjög alvarlegum augum ef þú ferði að skoða eitthvað sem áttu ekki að skoða og tala ekki þú getur tekið það með þér. Þetta eitthvað sem menni áttu náttúrulega að vita hvaða gögn þið voru með. Þannig ég skil þetta ekki, þetta mjög skrítið mál. Nei, ég held að það sé afskaplega vont fyrir alla, en hérna, sko... Mér finnst það líka svolítið umhugsunarvert að við skulum láta það og talið að nokkur beri ábyrgð á þessu. Og þetta svo oft svona í þessu samfélagi okkar. Ef einhver brýtur af sér í opinberu starfi, hvort sem það bara, við þurfum ekki að nefna það er bara komið fyrir alþingismenn og fleiri, það þarf eitthvað mikið að gerast til að viðkomandi segja af sér. Út í Svíþjóð, ef mann rétt frekar í Noregi, þá var það einhverju þingmannum á að kaupa mjólkupott fyrir kortið í þinginu og hún sagði af sér. Það kannski svona absúrt dæmi, ég segi það ekki, en hér má eitthvað mikið ganga á til að menn segja af sér. Það alltaf á Íslandi sko, það alltaf hlaupið í afsökun. Það alveg sama hver það að sem gerir eitthvað af sér. Mamma sá svo erfitt. Það kemur alltaf eitthvað svona já. Já, eða það sem oftast heyrist nú, við munum læra af þessu. Það alltaf, þetta sko einu sinni, ég var að Andri Snær talaði hrædda þjóð og ég var alveg sammála því, en mér finnst þetta orðið einkennandi á Íslendingum. Það gerist eitthvað og það allt afsakað. Það tekur engin ábyrgð. Það alltaf afsökun fyrir þess og hinn. Algjörlega. Staðreyndir út af borðinu. En það líka kannski að því að við erum allt og umburðarlegin þjóðin í þessum málum. Annars kæmist menn ekki upp með þetta. Við mótmælum ekki nógu kröftalega. Það eitthvað að okkur að við skulum samþykkja þetta. Já, svo ertu bara ef þú ert eins og ég að vera mótmæla hérna og bara eins og ég segi bara hreitt út sko, rastilla alla stjórnmálamennina með búsaldabyltingunni. Það ekkert smára sem ég fengi fyrir það. Eineltið og njósnirnar og sífyringarnar það hefur gengið. Frá löggunni? Nei, ekki frá löggunni. Nei. En bara löggan lá nú undir grunn. Njósnir og svona klikk í símunum og allt þetta. Nei, það bara þegar ég að tala þegar eitthvað gerist og að mótmæla að þú bara eitthvað klikkað. Átt að mótmæla. Hvað annað? Já, en sko... En ég man nú eftir góðu tilviki þegar Sigmundur Davíð þarna gerði upp á bak á sér og Austurvöllur var svo kjaftfullur. Ég lagði bílnum mínum fyrir utan Hótel Borg, ég vildi vera komið snemma, ég náði hann ekki fyrir einhvern tíma seint kvöldið. Í burtu. Það var stór stund. Og það að því að búsaldabyltingin heppnaðist og fólk vissi þetta. Það lærði og gerði þetta. Ég var staddur á Nýja-Sjálandi á fyrirlestarferð og það var hringt í mig, getur ekki komið til Ísland eins og skot. Það tekur meiri sólarhring að koma, svo ég sagði það allt liðið hjá, sko. Það þessi tekið Bjarnar Ben niður í liðinu, sagði ég. En þetta hérna, sko þetta moment sem var þarna til, stórkostlega. Þjóðin hafði sigur þar. Já, hafði það nefnilega. En svo þynnist þetta út. Já, svo þynnist þetta. En ég held að koma upp önnur nexlismál sem kannski ekkert í gert.
Það gerðist með Bjarna Ben þegar hann var að selja pappa sinu einasta ári undanfarið ekki bara eitt skipti, nokkur skipti og það bara allt í lagi, en svo það líka viðhorf stjórnmálaflokkan mismunandi til þess og hans flokkur telur þetta sé minna vesinn og minna mál heldur en fólk í öðrum flokkum og þetta mjög undarlegt. Ég skil ekki hvernig hann komst upp með allt þetta, Æsopon og nefnið að Panamaskjölin og þetta. Ég get ekki skilið þetta. Nei, og að selja bréf í rétt fyrir hrun, korteri fyrir hrun. Já, nákvæmlega. Það svindl. Það var skuggalegt. Já, og maður alveg verður svo bálillur þegar maður sér þetta og heyrir. Og maður verður svo vannmáttur líka. Já, það málið. Fólk varður ríkt á það. Eðlilega reitt. Þetta gegn réttlætis tilfinningum hans þegar svona gerist. Já. Og ætti ekki að gerast. Það er bara synd og skömm að það hafi alltaf fengið að ganga áfram að því að hann var svo valdamikill. Já, en nú það staðan samt svo að hvorugur þessa stjórnarflokka, Framsóknarflokks og Sjálfstæðisflokks í ríkisstjórn. Það er bara þess að segja það að fæðast von. Eða bara kosningasögu okkar. 3 konur sem stýra núna. Já. Það er spennandi, finnst mér að fylgjast með. Já. Það er kunna ágætlega að koma fyrir sorði og það var ég bara hlakka til að fylgjast með. Já, ég meina, ég er ánægð með þetta frumvarp þeirra til breytingar á fiskveiðistjórnarkerfinu eða veiðileyfagjöld. En svo ég eftir að sjá hvort þar standa undir væntingum í mörgum. Það er málið, maður býður aðeins. Býður eftir því. Þetta er svona, þetta er allt annað blær á þessa ríkisstjórn heldur fyrir. Það er fyrsta. Hingað til bara í stjórnmálum. Ég hef bara aldrei orðið var við svona finnst mér. Nei, og þá er bara okkar fólksins að vona að þetta skili sér með einhverjum hætti til okkar hinna. Já. Sem að Já. En svo er búið að láta svolítið illa í veikasta hlekknum, flokki fólksins. Það er allt tínt til núna, svona til að reyna að höggva í þau. Sko, maður velti svolítið fyrir sér ýmsu þegar að, ég veit ekki hvort ég má segja þetta, ég verð ábyggilega barinn fyrir það, en þarf ekki að setja fólk í embætti, stór embætti sem að veldur þeim. Ég ætla ekki að nefna neina en við í fjölskyldunni minni erum búin að vera að berjast fyrir tilvist lítils drengs frá Kólumbíu. Sonur minn, hann tók hann inn á sitt heimili og er búin að vera með hann í 2 ár og þetta er fylgdalust barn á Íslandi sem á að fara að flytja úr landi. Þessi sem hefur búið að vera fjallast um? Já, Óskar. Og þetta er svo hryllilegt mál að Útlendingastofnun segir að hann eigi að fara og hann hefur engan til að taka á móti sér úti, engan. Og pappans, hann var sendur héðan með enga flugvél og 2 lögreglumönnum út og pappans hljóp frá honum leið og hann kom á flugvélinn, hann var með honum í flugvélni og skildi hann eftir og hann var á götunni í heilan mánuð þessi drengur. Eftir að lögreglumennina sem voru með voru búin að reyna í 2 klukkutíma inn í flugvélina að hafa samband við eitthvað sem að gæti tekið á móti og það var enginn. Sonur minn fer út og sækir hann og er komið með hann aftur og það er verið að berjast fyrir tilvist þessa drengs. Það sýsti því fór út að sækja hann? Nei, sonur minn. Og núna talandi flokkfólksins, það er þess vegna sem ég er að nefna þetta. Ég er búin að senda henni Ingu Sæland 2 pósta og beða hann að svara mér. Ég er búin að senda Þorgerði Katrínu pósta og ég er búin að senda Kristrúnu pósta og líka barnamálaráðherra, fleiri en einn. Ég fæ aldrei svar. Þeir virða mig ekki svars. Hvað er það sér? Þetta er mjög algengt. Og svo vorum við að fá í dag og það er ljósi punkturinn í þessu öll saman. Við vorum að fá hérna álit frá barnaverndarnefnd Suðurnesja sem tók yfir barnaverndarnefnd Hafnarfjarðar vegna þess að þeir voru bara vanhæfir þar, ákveðin aðili var vanhæfir þar. Nema það að þeir eru búin að skoða mál Óskars og búin að hafa samband við kólumbísk yfirvöld. Það er enginn sem getur tekið á mótunum og það er mælt með því hann fái alþjóðlega vernd. Útlendingastofnun er á sama tíma að safna gögnum og til þess að flytja drenginn úr landi. Og er bara með hnefann og loft og segir hingað ekki lengra. Hann fer úr landi, hann er 17 ára gamall, hann er barnsakvað í íslenskum lögum. Og það er ekki farið eftir barnasáttmála Sameinuðu þjóðanna, það er ekki farið eftir barnaverndarlögum og þetta er svo hryllilegt mál og þá dettur mér í hug. Inga Sæland lætur ekki svo lítið sem svara mér út af þessu alvarlega máli
en hún getur vaðið upp út af því að það tínast skór hjá sonarsinninnar eða barnabarninnar í einhverjum skóla. Já. Halló, og þar hún að misnota vald sitt. En hún svarar mér ekki þegar mannslíf í húfi. Hún hefur vissan tíma, hún verður að svara inn ákveðs tíma. Það er ekki svona, ekki tölvupóstum, það verður að vera svona formlegt. Það er ekki tími til þess. Sko, ef hún hefur ekki tíma til þess, ég skil það. Nei, tími til að fara formlegu leiðina vegna þess að málið að lokast. Akkurát. Og svo býður þessi fjölskylda, þessi yndislega fjölskylda, þó ég segi sjálf frá, þar sem að hann getur fengið alltaf besta atlætið sem til og fær, milli vonar og ótta, hvenær verður bankað upp á með fulltingi lögreglunar og drengurinn fluttur út á Keflavíkurflugvöll og hann svo kvíðinn sér strákur að það sko andlita á honum, það fari ljósið úr augunum á honum. Þetta yndislegur drengur. Hvaða rök notar Útlendingastofnun að það neyðist til að fara? Hún notar fyrir rök að það sé hann fari í öruggar hendur þegar hann kemur út. Nú barnaverndarnefnd það stenst ekki. Nú barnaverndarnefndin þar búin að fullyrða að það ekki. Já. Samt sem áður býðum við milli vonar og ótta að verði bankað upp á eitthvað við þetta. Þetta finnst mér hryllilega ómannulegt. En þú staðir í upphæðu sko að væri komin tími til að við fæðum fólk til þess að sem væri mettað og hæft til að gegna stöðum og við erum einmitt að sjá fjármálaráðherrann sem talandi dæmi mann sem að kann sitt fag. Þetta er svo ég sko stundum það bara missmar andan yfir í liði sem ég veit og er ekki andlegu jafnvægi sem kennst út af frændi, frænka, vinur. Við sjáum þetta í æðstu stöðum oft. Það vinir, þetta er svo spilt og það er enginn sem látinn bera ábyrgð. Þess vegna getur þetta fólk alltaf sko hringt í pappa eða systur sinni. Sko á Íslandi ríkir ekki ráðherravald, það ríkir ráðuneytisvald á Íslandi. Þetta eru sömu embættismennir ár eftir ár. Svo koma einhverju viðvaningar inn í ráðuneytin og titla sig með orðinu ráðherra og þeir kunni ekki neitt. Og það eru bara mörg dæmi með það, án þess að ég vilji vera að nefna nokkuð nöfn hér. Davíð Oddsson sagði 2013 þegar að Sjálfstæðisflokkur og Framsóknarflokkur myndu ríkisstjórnina, enginn hafði áður verið ráðherra. Og þá sagði Davíð Oddsson, ég skrifaði, það er svo mörg dæmi það að sumir ráðherra verða fljótt húsvanir. Veist, þetta sem þú ert að segja. Verða húsvanir, að þeir fari bara vilja ráðuneytisins. En hvað þetta var sko, ég er búin að senda til Ingu. Ég er búin að senda til Ingu, ég er búin að senda til Kristrúnar, ég er búin að senda til Þorgerðar og barnamálaráðherra líka og svo er ég náttúrulega búin að senda til fjölda þingmanna sem ég þekki bara persónulega en þeir auðvitað hafa ekkert vald og einhvern veginn heyri ég það milli orðana að það þori enginn að taka af skarið, skiljiði. Munið hvað gerðist þegar fatlaði drengurinn fekk leyfi til að vera hérna sem var á spítalanum? Það þurfti bara eitt símtal. Hvort það var hann Guðmundur, fyrrverandi umhverfisráðherra, heitir hann ekki Guðmundur? Guðmundur Ingi? Nei, Guðlaugur. Nei, fyrrverandi umhverfisráðherra. Hann hringdi klukkan 10 kvöld og það var allt vitlaust. Guðmundur Ingi. Það þarf einhver að taka af skarið. Það er svo taki enginn af skarið. Og þetta er bara svo sorglegt mál á allan hátt. Og sko nú er ég alls ekki að mæla því bóta það sé öllum veittur hér sé veitt hér alveg hægri vinstri landvistarleyfi. Hér eru valandi upp í glæpamenn sem við vildum sjá bara á eftir strax út og hvernig var það þegar þetta eru börn Þetta er sem sagt systir þín og maðurinn hennar. Nei, þetta er sonur minn og konan hans sem eru með drenginn. Já. Og sonur minn hann er sko búin að verja milljónum í lögfræðikostnað og sér ekki eftir 1 krónu. Ríkið þarf ekki að borga 1 krónu fyrir drenginn í uppihaldi eða gistingu eða eina en einu. Og sko það er ekkert sem mælir gegn því að drengurinn fá að vera hérna. Hann er búin að vera í skóla í 2 ár, hann stendur sér rosalega vel og hann er blíður og yndislegur og góður og hann er jafngamall eldri syni sonar míns. Og við bara erum, sko, ég er klökk fyrir að tala þetta því að þetta hefur svo mikil áhrif á okkur. Já, ég skil ekki, maður skilur ekki út Hörður, nú þarf að fara að mótmæla.
Veistu það, ég er alltaf að vona að komi annað fólk og taki við. En ég bara, þú rifjar þetta upp, þá Paul Ramses dæmi sem ég stóð fyrir og það gildist í gegn. En það var með hótunum. Ég bara varð að hóta Birni Bjarnasyni og hann vissi að ég stæði við það. En það fór í gang og ég gaf honum mánuð til að klára málið. Ekki varst að hóta í lemjan? Nei, ég bara hóta honum skilur stórum mótmælum og virkir. Þú komst með alveg þarna. En það að þurfa að standa í þessu, skilur. Og það er eins og þú segir, og við vitum, ég horfi hérna í kringum, ég er svo gapandi hissa að sumt fólk í valdastöðu. Ég veit að hefur enga menntun, enga hæfileika til þess. Þetta eina starfið á Íslandi sem þarf ekki einu stund að hafa bílpróf. Hvað það veldur meira? Skilur, það er ekki gerða neinar kröfur menntun, tungumálakunnáttu eða eitt eða neitt. Og þegar ég fer að nefna þetta við einhvern, já, svona er lýðræðið, þetta er lýðræðið. Verður ekki að vera þekking til þess að stjórna stóru málaflokkum sem snerta líf fólks. Það er æskilegra. Já, og líka þekking og reynsla og menntun. Ég meina, til hvers erum við með skóla og mennta fólk ef að... Já, þetta er svo, getur verið svo afdrífaríkar ákvarðanir sem þetta fólk þarf að taka. Já. En þetta verður ég ætla að svara þegar nefndin er búin að fjalla. Það eru 70 eða 80 prestar hjá Þjóðkirkjunni búin að lýsa yfir stuðningi við drengin og biskupinn líka. Já, og fjöldinn allur af fólki sem að bara sendir okkur kveðjur og óskir á hverjum einasta degi en það er agalegt að búa við þessa óvissu. Það er agalegt. Ég hringi á hverju morgni í þau og spyr, er eitthvað að frétta? Bara til þess að geta farið rólega inn í daginn og það er allavega ekki búið að gera neitt. Já, kannski hjálpar þetta. En hann, Handa honum rólegum lítur að vera talsvert. Já, hann er svo vansæll mikið barnið. Hann er svo... Hann veit að það er óvissa. Hann sefur illa, hann borðar illa og hann kvíðir því á hverjum degi. Það er búið að skjóta 2 vina sem er á sama aldur og hann út í Kólumbíu núna á skömmum tíma. Og þegar hann flúði hingað til Íslands þá áttu að fara að munstra hann inn í einhverja skæruliða sveit til að berjast þarna. Það er ófremdar ástand sem ríkir þarna í Kólumbíu. Suður-Ameríka. Jæja. Já, en þetta var nú mín ræða. Já, hún var góð. Já, sem sagt, tilefni var ekki gott. Nei, það var ómögulegt. En við erum konið svolítið fram yfir okkar tíma, það er líka allt í lagi. Þessum síðustu myndum hefur vel varið. Hefur ekki bara taka kvöldið? Jó, við erum hérna. Að taka okkur til og svona. Smá saman að hitta og komast í skap. Nú áttu náttúrulega að spyrja eins og allir góði þáttastjórnendur, hvað ætli því svo að fara að gera þeir farið heim? Mér finnst nefnilega þetta búið að skemma vikulokkin. Þau voru svona alltaf. Já, þau voru nefnilega alltaf svona. Hvernig var vikan hjá þér sem byrjuði á því? Þetta var svona persónlegt en ekki endilega pólitík, bara eins og við erum búin að vera að tala saman hérna, svo bara, og hvað svo að gera, Páll Heiðar þegar hann var með þetta var allt annað og mjög vinsælt og persónulegra, svolítið. Það var gaman líka að vita hvað fólk var að bauka. Sumir fóru heima að grilla, aðrir ætlaði að fara eitthvað út á land og svona. Ég ætla nú að fara að ganga upp á Hólmsheiði ef það verður ekki komin svarta þoka. Nei, hún er bara við sjóinn. Það held ég. Hún mun ekki elta því, sko. En Harður Torfason, Ragnhildur Davíðsdóttir og Drífa Sigurðsdóttir. Þakka ykkur vel innilega fyrir komuna. Þetta voru skemmtilegt spjall. Takk fyrir samvinnu. Og svo tekur eitthvað annað við hér að þessu loknum. Samlokubrauð, maltbrauð, tékkneskt-brauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöfts bakari, íslenskt handverk síðan 1834.